Nú ætlum við að skoða þess almenn brot. Ég ætla að sýna ykkur þetta mjög hratt hvernig við gerum þetta. Ef ykkur finnst þetta of hratt og viljið skoða þetta betur, þá skulið þið kíkja á almennu brota myndböndin sem ég gerði fyrir 8. bekk og þið getið fundið link á þau í lýsingunni hérna fyrir neðan. Þegar við leggjum saman brot þá þurfum við að gera samnefnt. Nefnarinn er fyrir neðan, teljarinn fyrir ofan og við þurfum að margfalda tölurnar þannig að það verði eins. Og þegar við gerum samnefnt þá skoðum við í raun efri töluna, margfaldum hana upp. Hér gengur til dæmis 2 ekki upp í 3, þá prófum við næstu tölu í þrissunumtöflunni sem er 6, gengur 2 upp í 6, já, þá er samnefnarinn fundinn. Við margfaldum hér með 3 og hér með 2, margfaldum alltaf bæði uppi og niðri. 3 sjöttu pluss 4 sjöttu sem gefur mér 7 sjöttu og ég kom með svar. Má skrifa þetta sem 1 og 1 sjötti líka. Alveg eins í frádrætti. Hérna er samnefnarinn 15, sinnum 3, sinnum 3, sinnum 5, sinnum 5, 12, 15 mínus 5, 15, 7, 15. Samlagning og deilingu þá finnum við samnefnara og svo leggjum við saman teljarana, það sem er upp á strikinu eða drögum frá. Nefnarinn heldur sér sjáði. Drögum frá hérna uppi eða leggjum saman þetta sem við á. Í margföldun þá er þetta tiltölulega einfalt, við segjum bara 1 sinni 1, 2 sinnum 3, fáum út 1 sjötti. Í deilingu gerum við næstu því það sama nema við tökum brotið og snúum því á haus, finnum margföldunar andhverfu brotsins og fáum út hérna á 1 strik 3 sinnum 1, 5 sinnum 3. Þegar við erum búin að finna margföldunar andhverfuna, snúa brotinu við, þá breytist þetta blei margföldun. Ég get stytt út þennan þrist, 3 á móti 3 og fæ út 1 á móti 5. Þegar við erum komið heilar tölur inn í þetta, þá breytist þetta aðeins og hérna ætla ég að leggja saman 2,5 pluss 1 og 3 fimmtu. Ég byrja á að leggja bara saman heilu tölurnar. 2 pluss 1 eru 3. Svo ger ég hálfur pluss 3 fimmtu. Gerir samnefnt. Sinnum 2, sinnum 2, sinnum 5, sinnum 5. 3 heilir og 5 tíundu pluss 6 tíundu. Gefur mér 3 heila og 11 tíundu. Hér verði ég, fyrst ég er annað borð komin með heilartölur, þá verði ég að hafa allar heilu tölunar inn í. Ég sé að 11 er meira en 10. Þannig þetta eru 4 og 1 tíundi. Alveg eins ef ég er að draga frá, ef ég er að gera mínus og með heilatölu og brot, og brotið sem ég dreg frá er stærra, þá verði ég að ekki að taka 10 tíundu út, heldur að bæta 10 tíundu inn. Þá myndi ég til dæmis lækka þetta 1 og breyta þessi 11 tíundu. Af því að 3 og 11 tíundu er það sama og 4 og 1 tíundi. Í deilingu með heilar tölur og brot, þá verði ég að breyta þessu í brot. Þá sem sagt margfalda ég hérna á milli og plúsa svo hér. 2 sinnum 2 eru 4 pluss 5, þetta eru 5 aðrir, deilt með 3 sinnum 1 eru 3 pluss 1, 4 þriðju. Svo finn ég margfaldunar andhverfuna, sný brotin á haus, 15 áttundu, sem ég má skrifa sem 1 og 7 15. Enn og aftur, ef þið viljið skoða þetta betur, kíkið þið á hin myndböndin sem ég gerði almennu brotin. Þar útskýri ég þetta mun betur og hægar. Þetta er í raun bara upprifjunar myndband.